Kæru félagar, kæru vinir, kæru borgarbúar. Ég nú bara hræður að standa hérna með ykkur. En ætla að segja það strax að þeir sem komið hérna til þess að fá frá mér eitthvað svona hefðbundna stjórnmálamannaræðu, þeir fá bara endurgreitt frammi. Mér langaði nefnilega að gera aðeins annað með ykkur. Þegar ég fór sjálfur í fyrra þegar ég skrifaði bók sem ég kallaði Nýju Reykjavík í gegnum svolítið ferðalag. Af hverju er maður að standa í þessu? Af hverju er barist? Af hverju eru þið hér? Hvað trúum við á? Hvað kveikir í okkur? Það sýnir ykkur nokkra myndir. Þessi strákur þarna kom með foreldur sínum frá Noregi og þessari appelsínugulu bjöllu. Mamma var álitin mjög skrítin vegna þess að hún notaði reyserinn til þess að hjóla úr Árbænum niður Ártúnsbrekkuna þar sem hún vann í Ármúlanum. Þannig að hún var bæði, vakti athygli fyrir það og hárið, sem er önnur saga. En mér datt ekki í hug, né kannski nokkrum öðrum krökkum sem ólust upp í Árbænum, að ég ætti eftir að fara í pólitík. Það var fyrir einhverja kalla, jakkafötum. Þannig að þetta er í raun röð tilviljana sem leiðir til þess að maður fer þessa leið og þegar við Arna giftum okkur, sorry Arna, ég noti þessa mynd, að þá vorum við á leið út í heim að læra meiri læknisfræði og eins og fyrir tilviljun náði ljósmyndarinn þessari mynd þegar við vorum eiginlega rölt á milli tökustaða og þið sjáu skiltið þarna með ráðhúspílunni, það bara lá eitthvað í loftinu og við skiptum aftur hérna yfir á þessa konu. Ef það er eitthvað sem ég er stoltur af, já, ég er stoltur af efstu frambjóðendunum, en við erum með í heiðursætunum og listanum fólk sem að ég ber svo óendanlega mikla virðingu fyrir og hef lært svo rosalega mikið af, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur og Jón Gnarr. Ok, ef þetta hefði farið illa hjá mér þá hefði maður líka getað sagt að Ingibjörg Sólrún hefði eyðilagt líf mitt af því hún plataði móti í borgarpólitíkina, fekk mig í framboð með Reykjavíkurlistanum. Þetta var auðvitað rosalegt ævintýri allt saman. Og þetta er kjarninn. Það sem maður kynnist þegar maður kemur inn í Reykjavíkurlistan og inn í Reykjavíkurborg er að stóru breytingarnir í borginni verða þegar konur fá völd. Þegar börn, já, þegar börnin og umhverfið eru sett rækilega á dagskrá, þau eru bara sett í forgang. Munið þegar Vigdís var forseti, þá mátti hún tala um börn og umhverfismál að því það var ekki pólitík. En þetta er, kæru vinir, aðalpólitíkin. Jöfnuður, börn og umhverfi. Og Reykjavík hefur auðvitað verið bara það vígi, þar sem sterkar konur brutu hvert glerþakið og fætur öðru. Ég byrjaði vikuna núna eftir páska að fá niðurstöður það að kynbundinn launamunur innan borgarinnar er 0,4%. Hann er innan skekkjumarka. Vitið þið það? Áður en Ingibjörg Sólrún byrjaði þá var hann ekki einu sinni mældur, þannig að fyrsta talan bara byrjar þar. En svo gerist alls konar í lífinu, þetta er forsið það að ég ætti að verða borgarstjóri, ég varð það aldrei og það sem maður áttar sig á í þessu, að þetta er svolítið löngsaði, verðið eiginlega bara að lesa bókina, að það sem maður heldur að sé mótlæti í augnablikinu og eitthvað andstreymi, að það er stundum það sem verður manni til mestra gæfu, þannig að ég einhvern veginn detti það að fá skipulagsmálin í fangið. Og þau eiga hjarta mitt. Eitt fyrsti fundurinn sem ég átti var að Háskólinn Reykjavík væri að fara í Garðabæ. Og þetta var rosaleg barátta sem í mínum huga snerist ekki staðsetningu á skóla eða hvar ætti að byggja húsnæði. Heldur hver framtíðin ætti að vera í Reykjavík og fyrir Ísland og hvernig við byggðum þekkingarhagkerfi. Þannig að Háskólinn Reykjavík er í Vatnsmýri og þar búa framtíða tækifæri að svo mörgu leyti.
Annað mál var Hlemmur, þar sem ég ólst upp við að labba svona á milli þegar ég var á leiðinni til og frá norsku og leita smápeningu til þess að geta keypt mér nammi og meðan ég beið eftir strætó og leið upp í Árbæ. En þegar maður lítur upp og hættir að leita smápeningu, þá áttar maður að sjá að það er svo margt í borginni sem á betrumbæta. Arnarbakkinn í Breiðholti er annað, Völvuföllið, en líka Hlemmur og hann er svona núna og verður svona á morgun. Því að núna erum við að byrja umbreytingu Hlemmtorgs og þetta er bara eitt af fjölmörgum verkefnum þar sem við erum að umbreyta borg sem við erum kannski bara orðin vön og ég man að það var ungu sjálfstæðismaður þegar við byrjuðum þetta fyrst, þegar ég var yfir skipulagsmálunum, sem skrifaði sérstaka grein að allir vissu að Hlemmur væri bara dauður og myndi aldrei lifna við. Þetta er annað svæði sem við höfðum vanist sem rampa. Þetta er raun bara mynd af bílaborginni Reykjavík. Umferðaræð, hraðbraut á annarri hæð sem átti að fara upp á Tollhús, beygja á milli í bilið við Grófarhús, strauja Grótaþorpið og tengja gullfallega við Suðurgötuna. Þetta vitið þið það, kæru vinir, er framtíðarsýnin sem við höfum verið að snúa í 180 gráður í borg fyrir fólk. Borg sem leggur áherslu á manneskjuna og ýtir til hliðar hraðbrautum inn í miðjum íbúðahverfum. Þessi kall er á spássu í sögu Reykjavíkur. Ég hafði ekki hugmynd um það, þetta er pabbi. Þetta er í bókinni hans Guðjóns, ég sá Guðjón hérna áðan, alveg mælum einstaklega vel með þessari bók. Ég vandist pappa nefnilega tuðandi það að fá ekki að kaupa jeppa við eldhúsborðið heima. Þannig að bílaborgin, hún gleypir okkur öll. Þannig að þó að hann hafi verið að berjast gegn niður yfir gamalla húsa á sínum yngri árum, að þá verðum við svolítið samduna þessu og þess vegna er dálítið mikið átak að breyta þessu. Þess vegna eru býsna margir sem spyrna við, en þess vegna þurfum við pólitískt afl til þess að gera þetta fyrir loftslagið, fyrir umhverfið og lífsgæði þeirra sem ætla að búa í borginni, ekki bara núna, heldur til framtíðar. Þeir sem að skilja þessa mynd þurfa ekki að lesa aðalskipulagið sem eru reynda frábært en 350 síður. Þessi mynd sýnir það að það er halli í borginni. Við búum of mikið að meðaltali má segja í útjaðrinum og keyrum síðan til vinnu á morgnana, þá er þessi mynd tekin af löggunni í september, svo keyrum við tilbaka seinnipartinn. Verkefni sem við erum búin að vera að vinna er að leiðrétta þennan halla, þétta byggðina, nálægt stóru vinnustofunum og fjölga atvinnutækifærunum í útjaðrinum. Þannig batnar borgin fyrir okkur öll, bæði þá sem að búa í útjaðrennar og líka hinna. Og sérstaklega þá sem muni bætast við, því að muni bætast 70.000 manns inn á höfuðborgarsvæði til 2040. Og þess vegna þurftum við að leggjast yfir þetta og leysa þetta. Það hefur mætt svona andspyrnu og þetta er Halldór Baldursson sem túlkar þetta, sést til hjólreiðamanns og þá bara verið að þrengja að einkabílnum. Við erum bara að tala betra jafnvægi og við erum að tala lausnir sem eru þannig eftir því sem fleiri nota almenningssamgöngur, fleiri hjóla eða ganga eða hafa bara styttri veg að fara, þeim betra er líka að keyra fyrir þá sem ætla að halda því áfram. Þetta eru nefnilega ekki andstæðir hagsmunir. Við þurfum að gera þetta og við getum gert þetta saman. Aðeins aftur á ævisögunni. Sumir kalla þetta fermingamyndina. Þetta er síðan fyrstu kosningarna sem ég leiddi og það er svolítið eins og mamma og pappi séu þarna fyrir aftan og stressuðu við því að ég sé að fara að halda slappa ræðu í fermingavíslunni. Og við reyndar unnum alls ekki þessar kosningar og Sjálfstæðisflokkurinn kom að. Það fyrsta sem það gerðu var að þeir voru með svona helgiathöfn og hengdu upp mynd af Bjarna Ben. Og svo næsta sem gerðist var að Villi fór til Moskvu og gaf konu borgarstjórans 2 hesta. Hún var sem ríkasta kona heims og hafði efnast mjög mikið á verktakaframkvæmdum hvar í Moskvu og engum fannst það skrítið. Þessu samstarfi erum við að slíta. Já, þetta voru nú ekki allt bjartir dagar hjá Sjálfstæðisflokknum í borginni og svo sem ekki bjartir dagar í borgarpólitíkinni yfir höfuð.
En þarna varð eiginlega svona klofningur sem bara ennþá raunverulegur hjá þessum flokki og hann þarf eiginlega bara að fá sér eitthvað svona sáttammiðlara og eitthvað sérstakt húsnæði og útkljá sín mál áður en hann getur boðið almennilega fram í borginni. Við á minni kynslóð náðum reynda bara býsna vel saman, ég og Gísli Marteinn og Hanna Birna, og það fullt af góðu fólki í öllum flokkum og margt af því deilir okkar sýn á samgöngumál og græna borg. Við skulum ekki tala eins og við þurfum frekari skotgrafir í því, en allt fólk sem veit að loftslagsmálin og góð borg skiptir máli verður bara núna að ganga til liðs við okkur, og ég ekki að upplýsa neinn leyndarmál, það er opinbert, en sem að Elisabeth dóttir Gísla Marteins á listanum í okkur núna, sko. Já, það var alls konar sem gerði. Þetta voru 4 meirihlutar og það var alveg ótrúlegt, alls konar, já. Það er mjög mikið af fréttaljósmyndum frá þessum tíma sem eiga mjög mikið sameiginlegt með myndlist á miðöldum. Þetta er svona einhvern veginn Rafael, svona einhverju ljós og skuggar og rosalegt drama á hverju einustu mynd. Heyrðu, en svo kom þetta lið. Tók bara í lurgin á okkur, ég man ennþá eftir þessar kosningabaráttu, þetta var svo labb í leðju. Fólk var bara, já, ég heyri alveg hvað þetta segja, bara ég get ekki kosið neitt af gömlu flokkunum núna. Og sem betur fyrir fengum við besta flokkin og meðan restina Evrópu fekk öfga hægri flokka. Og besti flokkurinn var farvegur fyrir reiði sem að við beisluðum í frábæru meirihluta sem tók til eftir Sjálfstæðisflokkin. Og við byrjuðum að faðmast í Ráðhúsinu. Það var faðmast í Ráðhúsinu alveg fram að COVID. Það var bara komið spritbrúsanir í staðinn. En það var ótrúlega hlýja í þessu samstarfi og ég hef sagt frá því sjálfu, ég þurfti að taka sjálfa mig í gegn, ég var farin að tala eins og skýrsluvélar ríkisins eða eitthvað. Það hringdi blaðamaður og maður bara, já, hvaða skýrslu viltu heyra núna? Og einhvern veginn fóru að hafa meira gaman að þessu, það höfðu ekki allir jafn gaman að þessu á þessum tíma, en svona bara lífið og það bara alls konar og pólitíkin alls konar, en þetta var magnaður tími vegna þess að þarna gerðum við aðalskipulag sem við erum ennþá að fylgja og snérum skipinu að mjög miklu leyti líka í fjármálunum, þar sem við höfum verið á öruggri siglingu alveg síðan. Og ég fór að hafa svo gaman, það var eiginlega of gaman af því að einhvern veginn að draumarnir sem var sáð í upphafi, þannig erum við að taka skóflustunga Grósku, sem 17.500 fermetra frumkvöðlasetur í Vatnsmýrinni, sem eins og hálf kringla. Það eru 100 manna sem vinna þarna við að uppgöta nýja hluti, stofna fyrirtæki og gera samfélagið auðugra. Og þarna mynd sem ég tók í skoðanaferð út í Gufunes, þegar við vorum að velta fyrir okkur hvað eigum við að gera og það meiri segja, sko, bryggjan hangir upp á lýginni af því að staurarnir hafa sargast af sjó og eru að hruni komnir og svo setjum við fram framtíðarsýn. Það er ekkert sem skiptir jafn miklu máli í borgarmálum eins og að hafa framtíðarsýn, úthald og siglu og kraft til þess að fylgja eftir. Og núna þetta orðið kvikmyndaþorp, þorp skapandi greina, með ótrúlegri starfsemi á hverjum einsta degi og við leiðum líka fullt af húsnæði sem var vissulega mjög hrörlegt til listafólks og skapandi hópa vegna þess að skapandi borg líka það sem við trúum á að sé mikilvægt fyrir framtíðina í Reykjavík. En það sem ég er stoltastur af þegar ég horfi á verkin umgjörð barna. Ég veit þetta eru bara strákar, þetta eru vinir mínir úr Árbænum. Við vorum þarna að hittast á túni af því við höfum unnið bikar og vorum svo stoltir. En það sem við bæst við í umgjörð barna á síðustu 20 árum eftir að Reykjavíkurlistinn og konarnir tóku völdin ekki bara leikskólamálin. Það voru ekki frístundaheimili, það voru ekki 10-12 ára klúbbar. Það var ekki heitur matur í öllum skólum. Það var ekki samfelldur vinnudagur barna þar sem var skull til íþróttafélögin og tónlistaskólar inn í einum hefðbundna skóladegi. Það hefur orðið bylting í aðstöðu barna og þeirri byltingu verðum við að halda áfram. Og já, við ætlum að hækka frístundastyrkin í 75.000 krónur og já, við erum með ítarlega málefnaskrá betri borg fyrir börn.
Ok, þetta smá montmynd, sko. Þetta þessi krakkar þarna, það orðið svolítið stærri, en það má bara ekki birta myndir af öðrum börnum í svona opinberum sýningum orðið, sko. Þá bara fær maður bara bréf frá Persónuvernd og ég ekki að grínast. En það sem ég stoltastur af eru húsnæðismálin. Þarna keyptum við gamla geymslu fyrir fiskafurðir út á Keilugranda og þarna núna búseturéttaríbúðir sem eru einkum búsettar af ungu fólki sem eru með lýðheilsuvöll. Þetta eitt af 3000 íbúðum á vegum óhagnaðardrifinna félaga sem hefur bæst við á síðustu örfáu árum í Reykjavík. Ég elska skóflustungur. Ég bara játa þetta hérna í góður að vinna hópi, en það ekki vegna þess að ég veit ekki að þeir eru hallarislegar og þetta oftast einhverjir kallar og eitthvað svona. Það bara ég veit hvað ótrúlega mikið sem búið að gera og þarf að gerast áður en það hægt raunverulega að byrja að byggja. Og það þess vegna sem að ég fæ, sem líka mjög skrítið, gæsahúð yfir öllum þessum tölum, en ef við reyna að snúa þess á okkar mannamál, þá saga Reykjavíkur eins og Guðjón getur staðfest, saga samfelldrar húsnæðiseklu, meira eða minna. Það sem hefur gerst á síðustu árum að yfir 5000 Reykjavíkingar hafa fengið öruggt þak yfir höfuðið í íbúðum á vegum uppbyggingafélaga sem eru óhagnaðardrifin, þau eru ekki að fara neitt og þau eru tilbúin að vinna með okkur jafnaðarmönnum áfram að því að gera annað eins og halda áfram í byltingunni fyrir tekjulága, fyrir stúdenta, fyrir eldra fólk og alla sem ekki búa við húsnæðisöryggi. Þar þurfum við að taka slaginn. Ég misti mig aðeins þarna, þú veist, við verðum svolítið mikið niður fyrir. Það vegna þess að við byggum til mörg þessara leið og þessara tækja með verkalýðshreyfingunni og alþingi og svona, en það eru bara engin af nágrannasveitarfélögum sem að gera þetta. Vitið af hverju? Pólitík. Það nefnilega ekki nóg að hafa lausnirnar, það ekki nóg að hafa áhugasama verkalýðshreyfingu eða stúdenta eða byggingafélag eldri borgara. Þú þarft að hafa þá pólitík að byggja fyrir alla tekjuhópa. Að þetta þurfa að vera samfélag fyrir alla. Það þarf að hafa jafnaðarfólk við völd. Þegar við tókum við borginni 2010 frá Framsókn og Sjálfstæðisflokki, þá fóru 10 íbúðir í byggingu það árið. 10. Nú hafa það verið yfir 1000 í nokkur ár. Það algjört met í byggingasögu borgarinnar. Við höfum verið að sjá meira íbúðum koma inn en þegar var verið að byggja Breiðholtið og Grafvoginn og allt þetta. Við höfum verið að sjá íbúðum fjölga mjög hratt á síðustu 5 árum yfir 12.000 í Reykjavík. Það líka met fjölgun í borginni. Og það sem við sjáum að auk þess að við erum með þessa fjölbreyttu húsnæðisuppbyggingu, þá höfum við tekið algjöra forystu í magni miðað við nágrannasveitarfélögum. Já, við erum bláa súlan. Og það sem meira að 4 af hverjum 5 íbúðum sem eru byggðar af óhagnaðardrifnum félögum að byggjast í Reykjavík. Það þetta sem ég að tala um. Þannig að við þurfum húsnæðissáttmála bæði til þess að við getum haldið þessu áfram en líka til þess að aðrir geta girt sig í brók. Við verðum nefnilega að tryggja húsnæði fyrir alla. Og svo erum við að umbreyta borginni. Þetta svona smá fyrir eftir. Þið sáu myndina þessu áðan og svona þetta núna. Þetta Exeter-reiturinn, þarna fiskihöllin, var með turni sem var horfinn, hann komin aftur. Og svona þetta svo víða í borginni. Þarna byggðum við á bílastæði fyrir utan Landsbankann og Laugaveg 77. Þetta svona núna. Svona þetta eftir allri hverfisgötunni. Og ég leyfi mér að hafa Óðinstorgið með þó ég get ekki eignað mér það nokkuð skapaðan hluta því ég var vanhæfur í því máli og þurfti að víkja af öllum fundum. En þetta borg fyrir fólk. Þetta borg fyrir fólk. Og svona erum við að gera út alla borg. Tókum 3 torg upp í Mjódd bara núna á síðustu 2 árum. Og þetta
torg sem allir elska svona núna hjá Bæjarins bestu. Og þessi mynd eiginlega rosalegust því að hún bara frá 1980 sem eiginlega bara í gær finnst fólki svona minni kynslóð og eldri kynslóðum. Svona þetta núna og verður dásamlegt í sumar því að núna þetta að opna og fyllast af lífi, líka jarðhæðirnar og koma fullt af veitingastöðum, verslunum og alls konar þjónustu. En þetta eru svæði sem við getum öll bent á og verið stolt af. Þetta er uppbyggingin á Hlíðarenda. Þannig erum við að byggja íbúðir fyrir fólk, alls konar fólk. En við erum líka að taka svæði í borginni sem hefur verið haldið til hlés til að byggja velferðarþjónustu og spítala og sjá þá byggingu verða veruleika og það þurfti líka að berjast fyrir því. Og til viðbótar við meðferðarkjarnan, heilbrigðisvísindahúsið og rannsóknarhúsið, þá viljum við í Samfylkingunni í Reykjavík að það verði strax farið að huga að uppbyggingu geðsjúkrahús, sem ekki áætlun, og göngudeildarhús. Það okkar stefna. Út á Granda þessi gamla síldaverksmiðja sem orðið menningarhús, dásamlegt. Þessi bílagata orðið mannlífsmiðja og þessu þarf að halda áfram. En það sem peningarnir hafa mest farið í eru fjárfestingar fyrir börn. Í hverfum sem oft ekki næstu eins mikið í fréttum og allir hinir reitirnir. Þetta verkefni upp í Úlfarsárdal, þar sem við byggðum saman skóla, leikskóla, bókasafn, menningarmiðstöð og sundlaug. Þetta ekki arkitektamynd, þetta svona, þetta tilbúið. Og það verður að nota þetta á hverjum einasta degi. Og þegar ég fór upp í Mjódd í þar síðustu viku til að horfa á Steinar spila fótbolta, þá rölti ég í hálfleik til að taka mynd af nýja frjálsíþróttavellinum, sem alltaf í fréttum ekki satt. Nei, það ekki fjallað það. Við erum búin að setja 5 milljarða í innviði fyrir íþróttir í Breiðholti bara á síðustu 3 árum. Og þetta allt saman að vera klárt. Þegar þið sjáið á strætóskýlum standa fjárfestum í hverfunum okkar, þá það ekki bara einhver frasi. Þetta einn af stóru átakapunktunum í þessum borgarstjórnarkosningum. Við erum með áætlun að halda áfram að fjárfesta svona í hverfunum okkar, þar sem fólki býr og að kalla eftir íþróttaaðstöðu, viðbyggingum við skóla, sundlaug í Fossvogi og svo framvegis. Aðrir flokkar að boða að beina fjárfestingunum frekar í hverfi sem ekki til, þar sem enginn býr. Það sem fólk fær með þéttingu byggðar og þróun borgarinn eins og við viljum sjá hana fjárfestingu í hverfunum sínum, ekki hverfum þar sem enginn býr. Þetta munurinn. Og þetta byggir ekki bara á einhverju að því bara eða að því mig langar það. Þetta byggir á vöndum greiningum, gríðarlegum undirbúningi og metnaði, en líka því að við þurfum að takast á við loftslagsvána. Við þurfum að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum og í leiðinni erum að fjárfesta og gera breytingar á borginni sem í þágu lífsgæðana. Lífsgæðin í hverfunum, eins og þarna í Hlíðunum sem munu sameinast þegar umferðin á Miklubraut fer neðanjarðar í stokk, en á yfirborði verða borgartorg, græn svæði og hjólatengingar, íbúðir, þjónusta. Þetta lífsgæðaborgin sem við erum að boða. Og hér stofnleiðakort yfir hjólreiðar á öllu höfuðborgarsvæðinu. Við hugsum nefnilega ekki bara Reykjavík, við hugsum allt höfuðborgarsvæðið og það þarf. Líka í almenningssamgöngum og eitt af stórum málunum að ef okkur gengur vel, þá kemst borgarlínan til framkvæmda á næsta kjörtímabili. Á næsta kjörtímabili og það þarf. Já, málum klappa fyrir því, sko. Það fyrsti áfanginn sem á dagskrá það og stórar framkvæmdir. Við þurftum að ná saman við fullt af sjálfstæðismönnum og ríkisstjórninni til þess að ná þessu saman í samgöngusáttmála, en trúið mér, það þarf á okkur að halda til þess að halda þessu ágæta fólki saman.
og á réttum kúrs í þessu, en þetta hefði aldrei gerst, því að þessi mynd oft birt, nema þessi hópur hefði ekki verið til. Meiri hlutinn í borginni sem hefur unnið saman sem einn maður, og það nú ekki sjálfsagt. Hvort sem litið til sögu borgarmálana undanfarin ár og áratugi, hvað þá landsmálana, að 4 flokkar geti unnið saman, ólíkir flokkar sem einn maður, en það gríðarlegur styrkur að því og við eigum að stefna að því áfram og þarna fyrir miðju, aðeins tilbaka, lýsir auðvitað eins og sólin, hún Gunna okkar Ögmunds, og þegar við hittumst á sama stað til að skála fyrir henni ári síðar, að þá braust sólin fram í þann munn sem við lyftum glösum. Þannig að þess vegna við hér, ekki út af mér, ekki út af þessu fólki, þó að ég sé ótrúlega stoltur yfir þessum hóp sem að fara að bera uppi framboðslista jafnaðarfólks og samfylkingarinnar í borgarstjórnarkosningunum, heldur út af þessum verkefnum, út af betri borg fyrir börn, út frá jöfnuði og jöfnun tækifæri til frístunda, út af þróun borgarinnar, út af loftslagsmálum, út af framtíðinni, út af því að það þarf skýra framtíðarsýn til að þróa borg og það þarf pólitískt afl og kraft til að hrinda því í framkvæmd. Við ætlum að klára borgarlínudæmið, en það eru fjölmörg önnur verkefni líka. Við erum að opna heimasíðun í dag, við erum að kynna stefnuskrána og við erum að kynna allt þetta fólk sem ætlar að bera þetta uppi og ég ætla að kalla þetta upp á svið þannig að þið getið klappað ærlega fyrir þeim. Gjörðu svo vel!